Næstur á mælendaskrá Þorkell Helgason. Já, formaður og góðir meðfulltrúar. Ég vil fyrst biðja afsökunar á að hafa verið með frammíkall áðan. Það var undir ræðu Þórhildar en hún beindi spurningu til mín og ég var einum á spontan og þreif í mikrofóninn. Ég skal reyna að passa mig framvegis. Svo vil ég nú þakka allt hrósið sem ég fengi. Ég nú ekki alveg það ofurmenni sem að Þórhildur heldur að ég geti fjölgað klukkustundunum í mánuðunum. En þakka samt. Ég tek aðalega til máls til að skýra frá því að við höfum sameinast það Eiríkur og Lýður að þessi breytingartillaga sem ég svona var hikandi við að leggja fram, hún lögð fram í nafni okkar þriggja. Það fylgir henni skrifleg greinargerð sem þeir hafa ekki fengið tækifæri til að gera athugasemdir við, hún þá bara á mínu nafni, en ég heldur ekki alveg klárað því hvernig reglurnar eru, hvort að slíkt verður birt mönnum eða hvar það verður, eða hvað verður gert með það. Ég tek svona einu og öðru sem ég notuð ég var búinn að skrifa hjá mér hérna orðalagið stjórnskipunarlög eða stjórnarskipunarlög. Ég gerði sérstaka rannsókn á þessu í fyrirnefndinni. Stjórnarskráin sjálfu ekki sjálfur sér samkvæm í þessu. Það kemur hvort tveggja fyrir henni. Í þingsályktuninni notað stjórnarskipunarlög. Okkur ber því að flytja frumvarp stjórnarskipunarlög og sama mæla þingsköp Alþingis fyrir Þegar menn vilja breyta stjórnarskrá þá leggja það fram frumvarp til stjórnarskipunarlaga. Þetta vissulega óþjált, en þetta mun nú þrátt fyrir undantekningu í stjórnarskránni vera svona meginreglan. Varðandi málamiðlunartillögu Gísla og Ómars, þá langar mig að biðja Gísla að lesa hann aftur upp, af því að ég held að niðurlagið hafi eitthvað fundarstjóri, má ég biðja hann að leyfa mér að heyra orðalagið? Já, heimilt. Bara að lesa. Já, takk. Tillagan það sem að Ómar nefndi í sinni ræðu að 8 breytist í 9 með þeim rökstuðningi og síðan við 4. málslið 3. málsgreinar 5. greinar bætist orðin og sé að ræða afmarkað mál sem raskar ekki samhengi annarra þátta stjórnskipunar. Þannig að öll tillaga myndi hljóma svona málsliðurinn svo breyttur ef þetta samþykkt. Í frumvarpinu geta jafnframt verið valkostir einstakar greinar eða kafla, enda njóti valkostur stuðnings 9 ráðsfulltrúa hið minnsta og sé að ræða afmarkað mál sem raskar ekki samhengi annarra þátta stjórnskipunar. Takk. Má ég þá aðeins botna þetta? Má ég aðeins þá botna? Á þetta ekki að vera raskar öðrum atriðum frumvarp til stjórnarskipunarlaga? Eða áttu bara við að þetta með ekki verið í báið eitthvað sem þarna forsetann og eitthvað slíkt? Ekki verið að tala það að þetta raski ekki öðrum, sé ekki mótsögn önnur atriði stjórnarskipunar frumvarpsins. Nú en ég get stutt þessa tillögu sem til vara en stend samt við tillögu okkar þremenninga. Verði hún felld þá sætti ég mig við þetta eða mun greiða því atkvæði. Lokum vegna þarra umönla frá Guðmundi. Ég vil taka fram að ég fæddur í Vestmannaeyjum og foreldrar mínir eru báðir utan af landi.